brotin veldi. Hérna erum við með fjórðu rótina af a í sjötta sinnum b í fimmta deilt með 16 sinnum a í mínus öðru sinnum b í veldinu 13. Nú, ég vil breyta 16 strax í 2 í fjórða veldi, frumtölu í veldi. Þannig að 2 í fjórða er raun og veru 16. Hérna er síðan a í sjötta veldi, b í fimmta veldi, a í mínus öðru og b í 13. Allt saman er þetta í fjórðu rót. Komið þessu öllu saman í brotin veldi, þannig er a-ið veldinu 6 á móti 4, b-ið er í veldinu 5 á móti 4, tvisturinn er í veldinu 4 á móti 4, veldi á móti rótinni, a-ið er þarna í veldinu mínus 2 á móti 4 og b-ið er í veldinu 13 á móti 4, allt saman veldi á móti rótinni. Þá dreg ég saman það sem ég má. Ég klára reyndar strax hérna 2 í veldinu 4 á móti 4 sem þýðir þetta bara 2 í fyrsta veldi. Það er þessi tvistur hér. Nú ætlum ég að taka a-inu, ég ætla að leyfa þeim að vera hérna fyrir ofanstrygg. Þannig er þetta a í veldinu 6 fjórðu og það er verið að deila með þessu a í hér sem þýðir að samkvæmt veldareglu þá ég draga þetta veldi hér frá veldinu ofan. Þannig að þetta verður 6 fjórða veldi mínus 2 fjórðu og þessi mínus þýðir þetta verður plús og það er fjórki fyrir neðan á báðum stöðunum þannig að þetta verður 6 pluss 2 eða þetta verður a í veldinu 8 fjórðu. Hvernig verður það með b-ið? Jú, þetta er b í veldinu 5 fjórðu deilt með b í veldinu 13 fjórðu. Nú að því að vera að deila með hérna þá þýðir það að það er veldið að ofan mínus veldið að neðan sem þýðir 5 fjórðu mínus 13 fjórðu. Það er sannarnar hér líka þannig að þetta er raun og veru bara 5 mínus 13 sem þýðir að b-ið er í veldinu mínus 8 fjórðu. Nú, 8 deilt með 4 þýðir að a-ið verður í öðru veldi. Með b-ið þá verður það mínus 8 deilt með 4 sem þýðir að þetta verður mínus öðru veldi. En ég vil ekki skila svarinu með mínusveldi þannig að ég breyti þessu margfeldi sem er hérna á milli, breyti því í deilingu þannig að b í veldinu 2 fer hérna fyrir neðanstrik og þá breytist formerkið á veldinu þannig að b verður hérna fyrir neðanstrik í plús. Þannig að lokasvarið er a í öðru veldi deilt með 2 sinnum b í öðru veldi.